Góða kvöldið, þið eru að horfa á Samstöðina, þar sem að oddvitar sitja fyrir svörum, oddvitar fyrir komandi alþingiskosningar og hingað til mín er hún Helga Thorberg mætt og ég vil hvetja ykkur endilega til þess að senda inn spurningar hér á þráðinn á Facebook og við munum fylgjast með og ég mun spyrja hana Helgu út í þessi mál sem að koma, þannig endilega sendið inn spurningar hér á þráðinn og það er hægt að sjá leiðbeiningar. Og bara já, Helga, það er gaman að þú sért komin hingað til okkar. Hvaða kjördæmi ert þú að bjóða þig fram í? Já, góða kvöldið og gaman að vera komið hér í Samstöðina loksins, segi ég nú bara. Mitt kjördæmi er norðvesturkjördæmi og ég myndi segja að það væri stórasta kjördæmi í heimi. Það er mitt kjördæmi. En það er gríðarlega stórt, það nær frá Akranesi og í Skagafjörð, þannig með Vestfjörðunum, þannig að gríðarlega stórt kjördæmi. Mér langar aðeins að svona kynnast þér betur og fyrsta spurning sem ég ber upp er hvernig reynsla þín úr kvennabaráttunni nýtist í starfi fyrir Sósíalistaflokkinn, en ég veit að þú hefur verið þar og mér langar aðeins að spyrja þig út í það. Já, það er náttúrulega barátta, hún er rosa skemmtilega. Það er gaman að vera í baráttunni, en það er kannski ekki eins gaman að vera á fundum, þannig að fyrir mér er mjög skemmtilegt að taka þátt og já, svona fyllast eldmóði og finnast maður geta breytt einhverju. Þannig að ég held að sá svona neisti sem að Guð sér og maður hefur nú ennþá er það sem að keyrir mann áfram eða kveikir í manni til að leggja einhverju málstað lið. Þannig að það sem við vorum að berjast fyrir í kvennaframboðinu og kvennalistanum var það að við vildum koma sjónarmiðum kvenna að við stjórn landsins og stjórn allra mála. Þannig að í dag þá finnst mér stjórn landsins og bara velferð þjóðarinnar á bara vera ögurstund að við verðum að stoppa þetta ofbeldi. Mér finnst bara almenningur verða fyrir ofbeldi af hálfu stjórnmála. Við erum að horfa upp á hvernig farið er með auðinn, allan fiskinn, úthluta til fárra. Ég er bara fulltrúi þeirra sem hefur fengið bara nóg og þá sem betur fer, þá hef ég, já, við getum kallað samkennd og við viljum réttlæti, þannig að þetta er svona reiðinnar, en svona réttlát reiði fyrir hvernig komið er, fyrir hvernig ástandið er hér og ef við ætlum að halda þessi við ég er eina af þeim sem bara rís á fætur og segi nei takk, þetta vil ég ekki láta yfir mig og aðra ganga. Þannig að þegar það kom til að það vantaði frambjóðanda í norðvesturkjördæmi, þannig að þá sagði ég já við því og ég er bara stolt af því að skipa þetta sæti. Ég er stolt af því að Sósíalistaflokkurinn sækir til konu á þessum aldri, skilur hvað kona á mínum aldri er vannýtt auðlind. Þannig að fyrir mér er ég vannýtt auðlind og þjóðin þarf á fólki, það er bara ögurstund að spyrna á móti. Og fyrir utan að konur, þær allir sá viskubrunnur sem konur búa yfir. Þetta við verðum bara að nýta þessa þekkingu og reynslu kvenna, hvernig á að skipta jafnt. Við vitum það við erum nú búin að halda það mörg barnaafmæli að við vitum að freki krakkinn, hann fær ekki að borða stærsta hlutan af afmælistertunni, þó hann eigi afmæli. Það verður að skipta jafnt og já. Þannig ég held að
við þurfum bara baráttu fólk fyrir betri framtíð og betri stjórn hér á Íslandi. Þannig að, já, það gott hvaðan sem það kemur. Já, kona á þínum aldri, má ég spyrja, hvaða ár þú fæddist? Bíddu nú við. Ég fæddist árið 1950. Takk, og skál fyrir því hér í Vatni, í sósíalista krukkunni minni. Já. Nú var að berast inn spurning, er það ekki gamaldags og meira 7. áratugs hugmynd að bjóða fram sósíalistaflokk í dag? Hvernig myndirðu svara því? Hvað finnst þér um það? Gamaldags. Sko, ef að jafnrétti það orðið gamaldags. Samkennd hún orðin gamaldags. Þessi gildi sem sósíalismi stendur fyrir, jafnrétti, samkennd, á það vera orðið gamaldags. Þannig við leggjum til að allt sem gert í nafni, stefnan okkar öll, hún gengur út frá kærleikshagkerfi og kærleikurinn og samkenndin, ef hún orðin gamaldags, þá nú bara illa komið fyrir þessari þjóð. Ég bara vona að kærleikurinn fari aldrei úr tísku, það verð ég að segja. Við þurfum á kærleik og samkennd að halda. Það það sem að fara með heiminn og samfélagið bara til helvítis. Og núna spurning varðandi loftslagsmálin. Sósíalistaflokkurinn, hvaða tillögur hefur hann í loftslagsmálum? Já. Hvernig sér hann fyrir sér að leysa loftslagsmálin? Sko, þetta loftslagsváin það sem að okkur stendur alveg gríðarleg ógn af. Og þá skulum við nú skoða, hvernig hún til komin? Ef þú ætlar að byrja á því að skoða það, og það vill nú svo til að það, og náttúrulega engin tilviljun, að það alveg sama sem merki á milli þess hvenær að loftslagsmálin fara að valda, já, hvernig stígandinn í afleiðingum af allri okkar neyslu og allri þessari framleiðslu og samhengi milli þess og loftgæðana sem hafa versnað og allur þessi koltvísýringur sem að safnast bara fyrir. Á hverju það tilkomið? Jú, við getum alveg, það bara jafnvægi á milli þess hvenær svona auðhyggjan og kapítalismin fer algjörlega á fullt, öll neysla, meira, fáum aldrei nóg, við erum að eiga fleira af þessu og fleira af hinu og þannig að, og bara það að hvað búið að það mælt hvað við notum, við tökum meira frá jörðinni heldur en jörðin gefur, við erum að nota 1,5 og upp undir 2 jarðir af því sem að jörðin gefur okkur af gæðum sínum. Svona förum við nú illa með jörðina. Þannig að hvernig ætti maður að stöðva þetta? Nú auðvitað, ef að vaskurinn þinn lekur, hvað gerirðu? Ferðu og leitar af, nærðir bara í einhverja tusku og byrjar að þurrka upp og áfram lekur vaskurinn og það alltaf meira vatn. Hvað þarf að gera til að stöðva lekan? Þú náttúrulega skrúfar fyrir kranan og það það sem við þurfum að gera. Bara við eyðum allt of miklu heldur en innistæðir fyrir. Þannig að það verður að grípa til bara þeirra aðferða sem að virka og það við verðum að snúa af þessari græðgisbraut þannig og allt í nafni hagræðingar. Við þurfum að fara að hagræða miðað við þarfir almennings.
eru þetta þarfir almennings sem að keyra þessa ógæfu áfram. Er hún keyrð áfram af þörfum almennings? Nei, hún keyrð áfram af hlutabréfaverði, til dæmis stórfyrirtækja. Það eins og í Bandaríkjamenn sem eru nú draumaland föttuð upp á kapitalismanum, að þau byrja til dæmis að framleiða matvöru til þess að fólk haldi nú lífi og allir fái eitthvað gott að borða. Svo gerist það að þau sjá það að með því að framleiða meira, að þá skýrt með hvað í matnum, bara framleiða meira, að þá græða þeir meira og hlutabréfin þeirra hækka. Þannig að núna, það sem upphaflega var matvælaframleiðsla bara sko eiturframleiðsla. Þannig að þeir misstíga sig og fara, þeir gleyma uppruna sínum. Hvað ætluðu að gera í upphafi? Jú, þeir ætluðu að framleiða mat, en svo eru þeir farnir að framleiða bara fyrir hluthafana til þess að verðið hækki á hlutabréfum fyrirtækjana og bara við verðum að fara af þessari braut. Þannig að við verðum bara að vinda ofan af þessu og við gerum það ekki með því að allt kerfið sem að landinu stjórnað af miðar af því að græða og miðar ekki að því að við verðum að hugsa fyrst hvað erum við að gera náttúrunni, hvaða áhrif hefur þetta á náttúruna og umhverfið það sem verður að gera. Þannig að við verðum að setja það í fyrsta sæti. Því ef við horfum í kringum okkur, skógareldana, storminn, óveðrið, það nú þegar að verða ólífvænlegt á mörgum stöðum á jörðinni. Og hvað á verðum allt þetta fólk? Sjávarborð hækkar og er þetta jörðin sem við ætlum að skilja eftir handa börnunum okkar og barnabörnunum okkar. Þannig að við verðum að grípa í þær, fara í upprunan. Því kerfið það allt mat lagt á það að græða meira, framleiða meira, þú þarft meira, nýri þetta, meiri hitt. Við verðum bara því miður gott fólk, þá bara verður, það bara the end. Þetta búið. Við verðum að taka upp stefnu sem í sátt við náttúruna, við umhverfið. Við megum ekki skemma þessa jörð, við eigum bara eina. Við færum þetta fjöllum aðeins fjölskyldumálin og þá spurning hér varðandi fæðingarorlof og hvernig sósíalistar horfi á fæðingarorlof og hversu langt fæðingarorlof eigi að vera. Það snýr þá að stefnu í fjölskyldumálum. Já, ég var dálítið stolt af því þegar ég var orðin amma og horfði á og fylgdist með syni mínum sem fékk fæðingarorlof að vera heima hjá dóttur sinni. Þannig ég sagði bara, já, sko mömmu, þetta. Ég hafði ekki alveg gert mig grein fyrir því þá þegar ég var að berjast fyrir því að feður fengju fæðingarorlof. Að sonur minn væri þeirra gæfu aðnjótandi, en það var mjög ánægjulegt. En ég skal með fjölskyldustefnuna það náttúrulega, já, ég hef ekki alveg kynnt mér hversu marga mánuði eða hvernig það á að vera með feðurna og fæðingarorlof. En ég vísa bara í stefnun okkar á tilboðin okkar á vefnum, sosialistaflokkurinn.is. Ég sko í öldungadeildinni, það ekki fæðingadeildinni.
En svo við tölum hér var að koma inn spurning varðandi eldri borgara og spurningin á að fella krónu á móti krónu kerfið og starfsgetumat mega eldri borgarar vinna og við vitum að þetta hefur mikið verið í umræðunni og varðandi líka stöðu öryrkja og svona þessar skerðingar og hvernig mat tekið upp þá varðandi svona hvernig verið að meta stöðu einstaklinga og við vitum alltaf hvernig kerfið og þetta mjög svona ekki verið að taka tillit til þarfa einstaklinga þannig að spurningin svona hvernig sósíalistar ætla að taka á þessu og hver stefna þeirra varðandi krónu á móti krónu kerfið, starfsgetumat og hvort eldri borgarar megi vinna. Já, okkar stefna alveg skýra því liti til að við viljum þessar skerðingar burtu. Að sjálfsögðu á fólk að geta, fólk sem að vill vinna á sjálfsögðu að geta unnið. En eins og staðinni núna þá eru, og eins og svo oft áður, að þá eru mál eldri borgara í umræðunni en síðan bara gerist ekki neitt. Þannig að en í þessari stefnu sem og öðrum að þá hefur sósíalistaflokkurinn þá stefnu að það sem sé svona slemdi úrtak af fólki og það fólk sem hefur reynslu og málið varðar að það tala sig saman niður á stefnu, hvernig hlutin í að vera. En við erum alfarið á móti því að skerða bæði örorku og eftirlaun, bara skerðingar burtu og fólk eigi að mega vinna fyrir launum. Þetta bara hneyksli að þetta skuli vera eins og þetta og þessu verður að breyta. Mér finnst athyglisvert, þú nefndir með slembuvalið og hvernig það einmitt út frá því varðandi mótun þegar að vera að móta stefnunar og hann Viðar Þorsteinsson, hann spyr hér hvernig getum við haldið áfram að byggja upp sósíalistaflokkinn og gera hana enn meiri fjöldahreyfingu eftir kosningarnar og hvað hefur kosningabaráttan í kjördæminu þínu til dæmis kennt okkur varðandi þetta? Já, það hefur verið mjög áhugavert og í raun dálítið ógnvekjandi að fara á marga þessa staði út á landi. Mér minnistætt á Blönduósi, héldum fund þar að á mörgum þessum stöðum þá býr fólk við þvílíkt ógnarvald af því að í þessari fákeppni sem þarna og þá oft kannski bara einn sterkur aðili sem að hefur öll völdin á staðnum. Og eins og þarna Blönduósi að þá fólk vildi ekki láta það sjást að það væri að koma á fund til okkar, heldur lagði bílnum sínum annars staðar. Þannig að þetta segir nú dálítið mikið það hvaða ógnarvaldi og ófrelsi það sem að fólk út á landi býr við. En hvað var hinn hluti spurningarinnar byggðar í kjördæminu? Með baráttuna. Sko, það annað sem að líka ég hef valdið mér miklum áhyggjum, það hvernig við eigum að koma okkar góða boðskap til fólks. Og það dálítið nöturlegt að hlusta á þessar auglýsingar land tækifærana og alla þessar glamúrmyndir og auglýsingar sem glimja á okkur þessa dagana og allt þetta kostað af okkur almenningi. Við erum að kosta almenningur látið borga allar þessar herferðir, auglýsingaherferðir fyrir hina flokkana. En fyrir okkur, við eigum ekki neitt pening til að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. Þannig að manni finnst
svona illa komið að það sé ekki lýðræðislegri leið til að koma boðskap á framfæri og annað líka það er svona einhver þöggun, það er svona ekki að vera, já, bara ekkert, af hverju ekki vera að ræða þessi stóru pólitísku mál, þessi stóru efnahagsmál, kvótamálin, landbúnaðin, af hverju er ekki verið að ræða þessi mál af einhverjum sérfræðingum sem að kynna okkur stefnuflokkan í þessum málum, uppfræða okkur. Þannig að það er svona, já, ef þú lítur yfir hvað er í fréttum, það er ekki verið að tala þessi stóru mál. Og svo í fjölmiðlum þá eins og þarna í sjónvarpsþætti gær, þá var að tala þau eru nú svo leiðinleg, fólk hafi ekki áhuga á stjórnmálum, þetta er bara svona höss, bara ekkert að vera, nei, það er svo leiðinlegt. Hvernig bara má voga sér að segja að pólitíska fólk kynni sér pólitískar skoðanir upp á það að geta, þetta er eini dagur á 4 ára fresti sem að við ráðum almenningur. Þannig að þetta er svo mikil óvirðing og bara, nei, við sjáum bara stjórnmálin, sko, þið skulum nú bara, þau eru svo leiðinlega, láta okkur bara það, sko. Þannig að en það náttúrulega, þetta er búið að vera mjög erfiður tími meðan að verið að byggja upp flokkinn að mörgu leyti því að ungur flokkur og helmingurna tímanum verið í COVID, þannig að það sem að verður að gerast er það að stefna flokksins að hún komi úr grasrótinni og við verðum að næra hana. Þannig með því að bæða að valdefla var það sem við erum að gera, við erum að valdefla fólkið í landinu. Þannig að við viljum að það nái valdi við sínu næru umhverfi en við verum að reyna að stöðva þennan straum, það er stöðugleikinn sem verður að boða, að það er áfram stöðugt að streyma fjármagn úr litlu byggðunum til höfuðborgarinnar. Það er áfram að streyma stóri peningar í sömu fáu vasana. Þannig að það er verk að vinna að virkja fólk og finna að það hafi valdið yfir lífi sínu, valdið yfir hvar það vilji búa og valdið yfir sínu lífi og geti tekið meiri þátt í því. En það er svona dálítið óþægilegt að koma á svona staði þar sem að ægivald einhvers eins aðila er yfir samfélaginu og öllu er stýrt bara í eigin hagsmunaskyni. Mér er sagt að það sé ekki, þeir opna ekki bónus á Blönduósi út af ákveðnum kaupfélagsstjóra því hann sér að selja allt kjötið til bónus og í staðinn þá situr hann einn að kaupfélaginu á svæðinu. Að hver opna ekki bónus? Bónus, búðirnar, að þeir opna ekki á Blönduósi af því það er sérstakur samningur við kaupfélagið og kaupfélagsstjóran að hann skaffar bónus allt kjötið og það er náttúrulega örugglega eitthvað góður díl. Þannig að þá þetta er bara þetta er pínu okkur ponsu lítið brot af þessari spillingu sem viðgengst alls staðar þegar að pólitíkin og fyrirtækin og stórfyrirtækin vinavæðast. Já, ég hringdi bara í vin minn, ætla að vita hvernig hann hefði það. Hvað? Já, eigum að fara í, er engin spurning kvótan? Ég var brjáluð ef ég fæ ekki spurning kvótan.
Það eru mjög margar spurningar hérna komnar inn. Maður sjá, næsta enginn kvótann? Það hérna, byrjum við, ætla sósíalistar, það spurning kvótann. Hann Guðmundur spyr, ætla sósíalistar að gera eitthvað í kvótamálum? Það spurningin. Takk Guðmundur fyrir að spyrja mig kvótann. Svo stórkostlegt. Ekki halda, öll þið sem eruð að hlusta, ekki láta segja ykkur að kvótamálin séu leiðinleg. Þau eru alveg svakalega skemmtileg. Og ég búin að læra, að reynda stutt hérna ég læri það. Ég ætla að segja þetta hægt og skýrt, svo ég muni þetta, svo Kári, vinur minn, sem hérna kendi mér allt. Það svo gaman að fara í pólitík. Svo skemmtilegt að kynna sér öll þessi mál. Það kvótan. Sko, í kvótamálun þá viljum við burtu með kvótan. Bara farðu kvóti og komdu aldrei aftur. Það sem við viljum í staðinn að það verði, fyrir utan það verður haldið fiskiþing og þessu verður skipt svona á landssvæðinu, mismunandi svæðum, en þá eru hugmyndin svo að það verður auðvitað flokkar fyrir stærð á bátum og 12 tonna bátar eða 12 metra bátar, finnst þetta ekki aldrei gott hjá mér, 12 tonna eða 12 metra bátar og stærri. Þeir eru með stóru flokkunum, stóru bátunum og skipunum, en þeir sem eru undir því þarf að segja það sem áður kallað strandveiði, þarf að segja handfæra veiðar, það bara mega allir veiða. 5 daga veiði og þeir ráða því sjálfir hvað þeir koma með að landi, hvenær þeir helgi eða hvenær sem helgi dagar. 5 dagar á viku nema í 2 mánuði, það er nóvember og febrúar, þá eru það 4 dagar. En verða hlýta gulum veðurviðvörunum. Það má ekkert vera að fara út á Ballarahaf þegar það er óveður. Og það sem líka snilldin svo að allur fiskur fari á markað. Þá þarf ekki þetta fiskveiðiráð og þetta klíkukjaftaði sem að verðlagningin, það bara puff, getur farið og það sem þetta gerir að þannig hægt loksins að endurnýja þá sem mega þar og við hugsaðir þá á Ísafirði. Þeir standa þarna bara á bryggjunni og eiga kannski bát en mega þeir fara og sækja sér ufsa, þann gula. Nei. Það er búið það er ekki verið að endurnýja fiskveiðiflotan af því að það er búið að gefa ég held, sumir segja 3 blokkir sem eigi allan kvótan, sumir segja 5, en ég meina, hvort munurinn. Hvað með að á Hólmavík og öllum þessum stöðum geti menn bara og konur farið út, sótt sér fisk, komið með hann í land, hann boðinn upp og seldur þeim í gegnum þennan fiskmarkað hvert sem og það sem það snjallasta í þessu, það það að ef þetta myndi ýta undir að það væri hægt að fara að verka á þessum stöðum, þannig gæti þessi litlu byggðarlög sem hafa bara verið svelt af því að það eru bara þessir örfáu aðilar sem hafa enga rétt á því að veiða fiskin okkar og arðurinn af honum hefur allur farið bara doing í þeirra prívat í þeirra prívat vasa. Þetta náttúrulega bara gengur ekki. Þannig, kvótan burt, nýtt dagakerfi, voila, bara, og svo bara setjum við sjómannavalsinn og allir geta farið að veiða. Takk.
Getum sennilega haldið bara sér þátt kvótamálin. Já, og viljið bjóða mér með? Ég vil vera með í kvótaþættinum. Þannig og þessir stóru, það enginn útiloka þá. Það geta allir veitt. Takk. En við náum því miður ekki að fara yfir allar spurningarnar, en ég ætla að bera upp hérna spurninguna sem að hann Björn Reynir spyr hér. Hann segir, þú tókst þátt í kvennalistanum á sínum tíma. Já. Hvernig finnst þér að taka þátt í sósíalistaflokknum með hliðsjón af þeirri reynslu? Það er náttúrulega dálítið meira öðruvísi, verð ég að segja, en hvort að það af því að ég hafi breyst eða tíminn, ég veit það ekki, en mér finnst þetta meira í húfi núna heldur en var í kvennabaráttunni. Mér finnst við stefna í svo mikla, já, með því að við höldum áfram á þeirri braut sem stjórnvöld hafa verið stemt okkur í og virðast ætla að halda áfram að gera, að mér finnst alveg ótrúlega mikið alvöru mál og hætta á að við bara, ég veit ekki, ég vil ekki einhvern veginn hugsa þá hugsun og enda. Það verið að nú á að fara að einkavæða elliheimilin, útvista því og mér finnst svo vond, mér finnst svo lítill kærleikur í þeim aðgerðum sem verið að gera. Mér finnst ekki vera manngæska og kærleikur. Mér finnst svo ókveikjandi hvað þetta kerfi, bara þú hugsaðir að eftirlaunaþegar og öryrkjar að borga 25 upp í 55.000 krónur í skatt af þeim launum sem þau fá, eða bótum, eða hvað á að kalla þetta. Þetta náttúrulega bara, en svo aftur verið að einhver sem á hús sem metið upp á skuldlausa eign upp á 200 milljónir, að það svona, að svona pínan til að borga örfáa 1000 kalla. Þú veist, hver á að bera byrðina? Hvor byrði þetta getur skipt sköpum eftirlaunaþega að fá þessar 55.000 krónum meira útborgað heldur en einhver sem á 200 milljón króna skuldlausa eign að borga einhverja örfáa 1000 kalla. Og þetta bara þykir, já, bara að þetta sé bara boðlegt. Ég get líka, engin spurning, má ég tala húsnæðismál? Það er að loka, það var að loka orðin þessum húsnæðismál. Já, bara eitt sem ég skil ekki. Hér eru fleiri 100 manns sem bíða eftir eins og til dæmis félagslegum íbúðum. Býtu, hvað búið að vera að? Búið að vera heimsskortur á sementi? Búið að vera heimsskortur á byggingakrönum? Ekki til fólk til að byggja? Hvurslags aulagangur þetta? Að það sé ekki hægt að byggja hérna íbúðir og hús fyrir, það eru fleiri 100 manns á biðlista, árum saman. Svo veltið þessu fyrir ykkur. Það ekki hægt að búa til sement eða hvað? Jú. Það ekki hægt að fá fólk í vinnu til að byggja? Jú. Sjáðu miðbæinn, það rís upp hérna heilu hallirnar og hvað að? Ég ætlaði nú ekki að vera svo reið, ég ætlaði sem sé að bara segja
að ég sé ekki nokkra ástæðu til að kjósa flokka sem geta ekki haft ræn á því að kunni ekki að byggja yfir fólkið í landinu sínu. Já. Þetta eru góð lokaorð og hér hefur við fengið að kynnast henni Helgu betur og við þökkum ykkur kærlega fyrir að senda inn þessar góðu spurningar hingað til okkar og tíminn flýgur og takk kærlega fyrir Helga að koma hingað og við kveðjum héðan en við verðum hér áfram á samstöðinni og munum kynnast fleiri oddvitum. Takk kærlega fyrir.